Já, góðan daginn skákmeistarar og góðan daginn líka þú, Gauti Páll. Ég ætla að fara yfir nýja kaffihúsaleið, það er langt sem ég fjallaði um kaffihúsaleið. En kaffihúsaleiðir eru svona óhefðbundna leiðir sem stundum standast kannski ekki alveg skoðun með tölvum, en tölvurnar eru ekkert að tefla hraðskákir og atskákir, þannig að þetta er meira að hugsa fyrir styttir tímamörk. Já, og sem sagt, það sem ég ætla að taka fyrir í dag er svona dálítið skrítið afbrigði í fjárritartabli, ritari D5 í fjórðaleik. Það er náttúrulega ekki rökrétt að svona yfirleitt í byrjunum að hreyfa sama kall tvísvar. Við kennum nú byrjundum það, en það má leyfa sér ýmislegt í hraðskák og atskák og ég kíkti eitthvað aðeins á þetta og þetta er ekkert alveg vitlaust sko. Og svartur á fjölmarga leiki, við kannski byrjum bara á að fara yfir hvað gerist ef hann dreipur á E4. Það er náttúrulega eflaust spurningi sem flesti spyrja sig að. Nú hvítur svara með D4. Og svartur getur dreipið á D4, en þá förum við yfir í svona Belgrad Gambit, það er svona hagstað útgáfu. Segjum rittar F6, dróning E2, það er bara hratt yfir þetta og verður að dreif með G-piði og biskup H6, nú getur hann ekki hrókirað. D5, löngrókun, nú biskup E6 svarar með biskup B5 og hvíti pressar, nú A6 kemur við fyrir biskup B5, getið að tel svona rittar H4, F4 með einhverja línu hérna og hrókurinn fer á D3 og getur flakkað á G3 og B3 og hrókurinn hinn getur fara á E1 og kóngurinn er fastur á E8, þannig að hvítur er með skemmtilega sókn og hörku bætur fyrir þó sem tveim byggðum undir með biskupar og svarti kóngurinn er shaky og peðastaðan líka smá shaky hjá svartum. Við skulum baka aðeins. Svartur getur leikið rittari C5 líka, þá kemur hrókering, biskup 1 og 7 og pressum á E-línni. Hrókering er ekki góður leikur, þá er það gríska gjöfin á H7 og svartur er dauður hérna. Svartur verður að leika rittari E6, biskup D2, hugmyndin með biskup D2 er B4 og hugsanlega B5 eftir á og C3 hér eftir hrókeringu, D6. Nú er svartur dreipur á C3, þá fær hvítur svo rosalega sterka létta menn sko. Ég held að það sé alltaf hörku spil hérna. Biskupinni sterkir, dróng C2 getur verið að koma held ég. Kannski biskup C2 er dróning D3 jafnvel og hrókur A1. Hér er með einhverja línu D6, dreipið á D4, má ekki dreipa tvisvar á D4, hangir á E7, hrókur 1-8, hrókur 1-4 er athyglisvert. Sest með hugmyndinni dróning B3, hrókur A1 og hvítur er með mikla pressu fyrir peð og svartur er mjög svona með þröngastuðu. Biskupin á D2 er hérna sérstaklega góður að kofera hérna borðið í svona vaffi sko, tekur alltaf svörtureitina. Já, þannig að svartur getur leikið D6 líka sem meikar alveg sens svo í sletti, biskup B5 og hóttum við að dreipa á E5 og hér koma nokkri leikir. Byrjum að rittar F6, það er svarað með biskup G5 dróning 1-2, hóttum á E5 jafnvel og ég með eitthvað framhald hérna sem gæti endaði einhverju jafntefli, það er alltaf fyndið. Þetta er náttúrulega einhverju tölvustúdering hérna. Svartur veikur í borðinu, það má ekki leika kongur F7, þá rittar H8 kongur H7, þá þráleikur. Þetta er bara svona sýnidæmi, það má vel vera að setja teflita betur. Nú E4 annarleikur, dróng C4
Já, hvítur með hörkuspil fyrir peð, hangir á C6, rittarinn getur verið á D4 og svo framvegis. D6, biskup B5, biskup 1-7 er annar leikur. Já, þetta er skák sem ég sá einmitt. Caruana var með svart gegn Kristjansen frá Noregi. Kristjansen rúlaði honum upp hérna í einhverju hraðskák á netinu. Bara sína hvernig það fór. Svartur er bara alveg glataður. Við sjáum með skákmaður eins og Caruana getur lent í vandræðum gegn svona gambít, þá geta nú flestir lent í svona hraðari tímörkum. Já, bara gefið 21 leikur. Takk fyrir Jóhann Kristjansen með hvítt. Þannig að já, D5 og biskup D7, það virkar nú mjög rökrétt að fara fyrir leppuna sem er pirrandi fyrir svartan. Hrókering, kannski hrókur E1 frá að koma. Segjum biskup 1-7, hrókur 1-1 og F5, þá kemur biskup C4 með hugmyndinni B4. Svartur erfitt með hrókera og gæti verið að koma B4, jafnvel B5 setna, ég er ekki alveg sýnst það. Nú rittar F6, tekið á E7, tekið á E5, biskup D3, hótum á E5 erum biskupar. Svartur gefur það tilbaka og dróning 1-2 og hvítur með betra. Biskup F4 að koma, svartur og erfitt með hrókera. Þannig að já, þetta er trikki sko, það er ekki svo öll tefla sortstöðun. Þetta er tökum hérna, já, hann tekur E4, það er en svartur á fullt á öðrum leikjum. Það er, sko, bara byrja biskup C5 næst. Það var biskup C5 og biskup C5 það eru þetta ekkert að biskup C5, það er nú bara svona hefbundin leikur, þróa stöðuna og fara að hrókera. Og það var C3 með hugmynd biskup D3 og biskup C2 oft hérna setna og D4 og svo líka þetta leika D3 oft. Skulum skoða möguleikana. Og svartur getur tekið á D4, neða E4, kemur D4, biskup D3, lauma, dróning 1-2 skák. Getur telt svona einhvern megin, hrókering, dróning D1, kóngurinn svarti náttúrulega aðeins ekki, en svartur 2 byggðum yfir. Og hvíti verður náttúrulega teflita rosa virt, en í hraðskák er miklu skemmtilega að vera með hvítstöðuna. Það komur nokkuð síndæmi hérna, biskup 1-3 og hér er hugmyndin biskup C4, dróning D5 og hvítur er með skemmtilega stöðu allavega. Ég held að tölvan segja þetta sé jafnt og ef hvítur er 2 byggðum undir og tölvan segja þetta sé jafnt, þá ertu með gott spil. Já, bakka aðeins. Svartur á fleiri leiki, D6 hérna. Og ef við rittar F5, það er okkur E1 með hugmyndin kongur H1 á F4 og hvítur er alveg með hörkuspil. D3 C3, okkur E1, D7 og C3 B2 líka til, en það er bara búið hérna eftir rittar G5. Og kongur E8 bara biskup 1-3 og síðan erum við bara að fara að ná í rittarann með leika F4. Kongur E8 er náttúrulega engin leikur, drifur á G7 og rittar F6 skák á með drottninguna. Þannig að það er mikið dýnamík í hvítstöðunni sko. Ég ætla nú ekki að finna sannleikan hérna, en ég ætla að sína aðra leiki. Og biskup 1-7 getur allt svona og svarta beðast það náttúrulega hræðilega og ekki auðvelt að hrókera.
Nú aðri leikir hrókir ring auðvitað, D3 og hér eru 2 leikir, semst að drepa á D5 eða H6. Það byrja á að drepa á D5 og það myndi teflast eitthvað með svona. Já, og staðan svona nokkuð með jafnvægi en hvítur með þessi rímlega tafl og rittari, eða þetta hrókera og rittarinn getur vantilega að fara á E3 og F5 setna og svartur er aldrei bundin hérna við B7 út af drottningur á F3 með svona þægilegir stað á hvítan klálega. H6 og hérna kannski bara ágætt að ef þú ert með tappborð að hans pæli stöðunni hvernig myndir þú tefla það og H6 býr svona til krók sko á G5 eins og við kalla semst ef P kemur á G5 þá opnast aðeins fyrir svarta kóngin og hér mjög skemmtileg hugmynd að drepa F6 og leika G4 semst með hugmyndin G5 og ég ætla að byrja á segjum þetta E7 D4 hérna hótað F2 sko og B4 biskup C4 góðuleikur og A3 og nú hóttum við bara hrúku G biskup F6 og svartur svona niður njörfaður og hvað biskupun C8 og hrúkurinn A8 að gera eins og ég segi ótti að fara yfir svona gambit að það skiptir einhver málið á anstæðingu sem tveim byggðum yfir ef hann mát sko þannig að þetta skemmtileg þema sko hrúkur drótt D8 annleikur G5, H5 nú það ekki gott að drepa á G5 kemur bara H4 og skákum át svo það best að fara D8 og leika H5 og reyna að loka búðinni en hvítur með mjög sólid stuð eftir biskup G2 svartur getur ekki leikið D5 svartur getur þetta leikið biskup E7 þá kannski tala D2, hrókering og við erum með hugmyndir eins og D4, F4 já ég ætla ekki að fara meira yfir í biskup C5 en þetta C3 bara og þetta allir svett næsti leikur rittari drepa D5 rittari drepa D5 drepa D5 nú segjum E4 þá gæti þið freista svart hjá svartu getur freistast í að skáka á E7 en sem var vandamál á E-línu eftir kongur D1 hrókur E1 að koma og biskup E6 ekki lausn á því hvítur fær betra hérna svartur með svo veika peðastu H5 getur verið eitthvað hugmynd að reyna að leika biskup G4 en til dæmis H3 og svartur gæti reynd að vera sniður en það eina millileik skáka á F7 og það bara búið dreipið tvisvar og dreipið á H8 drótt dreipið E7 engin leik drótt E7 engin leikur nú rittari D4 annleikur dreipa á D4 skák biskup E7 var í svar með D6 og svartur komið myndalegt þrípeð dróning F3 hrókering biskup D3 og planið hrókering B3 biskup B2 hrókur E1 og bara búm shaka búm og þetta bara skítast að á svartan dróning E7 B3 einfaldast síns mér gæti testa eitthvað með svona og biskup E5 og þetta bara mjög slæmst á svartan biskup G2 engin leikur út af hrókur G1 held ég þannig að hermukrókuleikurinn virkar ekki svartur getur reynt G6 og valda á D4 og D6 millileik lauman og hér sjáum við plönin biskup F3, H4, H5 hrókur 1 og svörtu peðin eru katastrófa á D-línunni rittari drepa D5 ekki góður
Þá er það D6 sem er svona mjög mannlegu leikur að mínum mati. Nú D6 er svarað best með D4. E-trippur D4. Þetta er náttúrulega mjög skrítin staða. E-trippur D5, fyrir bara hrættið það, og þetta er betra hvítt. Biskup E3, biskup B5 og koma. Svartur er mjög þröngur og erfitt með að leika biskupin á F8 út og það hangir á G7. Nú biskup E7 er betra. Gætir svona reytar F5. Athyglisverð stunga. Segjum að drepa á F5. Og teflist þetta einhvern veginn svona, bara hugmynd sko. Hrókur A3. Hrókurinn sveiflast yfir á kongsvæng og G5 biskup D3 og dróning H5 getur verið að koma. Að sjá. Rittarinn D5 er sennilega ekki góð leikur út af þessu sko. Þannig að, já, D6, maður sjá. Biskup 1-7, það er svona sólít leikur. Þá er biskup D3 skemmtileg hugmynd. Sest, hugmyndin er að leika C3, biskup C2 og D4 setna. Sjá það núna, C3 raungerast. Biskup 1-6 er mainline, dreipið á D5. Dreiflast svona einhvern megin. Ég fyrir svona aðeins rætti við sögu, en það bara aðalatrið að vita hugmyndirnar. Nú, það kemur til greina að dreiflast á svona. Þó P-ið sé veikt á E6, þá eigum við alltaf biskup B3, þannig ekki svo öðvöld að ná í það. Ég held að forritin séu hrifnust á F3 og ef við vill skoða það, þá er þetta aðeins betur hvítt. Þetta endatafl. Ég til rosa ólíklegt eða þetta bara hraðskákir að anstæðingur ykkur þekki eitthvað í þessu sko. Ég hef aldrei séð þetta áður. Nú D5. Já, biskup 1-6 er röggréttur leikur. Dreip á E7, hrókering D5. Nú erum við biskupaparið en við verðum samt að tefla þetta smá kraftigt svo svartur fá ekki ágætt spil og D4 upprópunumerki. E5, þetta er D4, góð leikur. Svartur dröpu P-ið. Þá er í rauninni tvær leiðir hérna sem við býðum upp á. Það er þetta að leika hugsanlega F3 og tefla einhvern veginn svona. Fara í eitthvað endatafl. Hugsanlega aðeins betra hvítt en ég ætla við slikt að þessu. Hrókurinn eru apparutin með sem besta möguleikan. Og sem sagt hvítur er með betri peðastu. Peð og E6 er veikt og já, ég held að sé bara svona þjáning framöndan. En já, mér finnst þetta alltaf gaman á svona einhverjum skrýtnum leikjum sem ég hef ekki séð áður. Og þess vegna held ég kannski upp á svona skákmenn með furðulega stíli eins og Jó Bava og Richard Rappaport, Johnny Hector með segja. Gaman að fara í skáki með honum. Ég er oft með svona einhverja öðruvísi hugmyndir. Ég get alltaf að leita sannleikan sko, bara hafa gaman að þið tefla. Já, ég vona að Gauti Páll og Hilmi Freyr hafa haft gaman að þessu. Takk fyrir.